Jón Þórir Þorsteinsson var auðvitað í markinu í fyrri hálfleik og varði bara vel. Það var hörkuleikur í Vestmannaeyjum, IBF Stjarnan, þar sem að stjörnustúlkur voru bara í góðum málum og Natasja Hammer sérstaklega öflug. Já, besta nafni í deildinu náttúrulega, Natasja Hammer, sko. En bara færiskur miðjumaður sem kemur í Stjörnuna þarf að taka mikið til sín ef að Björk náttúrulega er að koma tilbaka úr meiðslum, þannig að hún verður að vera árásargjöld og gera það vel og hún er einmitt einn af þessum leikmönnum sem er að taka skrefið upp af við, finnst mér í hverjum leik núna og gaf þeim allavega virkilega séns við Stjörnustelpum, sko. En IBF á bara, 5 síðustu mörkin í leiknum? Já, jaft held ég. Já, Stjörnustelpur voru bara komnar inn í þetta, komnar yfir á tímabili og svo einhvern veginn smellur allt hjá EF-stelpum. Það er að klúðra fullt af dauðafærum hinga og þanga og lítið af markvörslu og hann er að taka bara vinstri á milli leikmanna. Þar til undir lokin, þá einhvern veginn svipaði mig einhvern veginn eins og hafa ekki haft trú á því að hann myndi koma þessi í land og EF-stúlkur gengur bara á lagið og skoruðu og Alessandra í horninu frábær í hraðablöpum og nýtti vel þegar mest skipti máli. Já, mann fannst nefnilega að hún nefnir Alessandra Ósk, örfendi leikmaður í IBF, hún skorar. Ásdís á línunni líka góð. Þannig að það er líka núna, svona í fyrsta skipti jákvætt finnst mér í IBF-liðinu að Sandra þarf ekki að vera með 10 mörk. Þarna er hún bara með 3 mörk held ég. 3 mörk en ekki, hún er með 12 stóðsendingar eða eitthvað, skilur, en það er leikurinn, skilur. Þá heldur hún aðeins þessari fjarlægð, spila boltanum áfram og fleiri frá blómstra í IBF-liðinu. Jón Þórir Þorsteinsson var auðvitað í markinu í fyrri hálfleik og varði bara vel.